ég segi þennan 288. fund bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs settan, en hann haldinn 7. febrúar. Fyrir fundinum liggja alls 11 dagskrármál og við munum ganga til hins fyrsta. Það eru starfsáætlanir nefndar Fljótsdalshéraðs 2019. Þetta verður fastur liður hér á fundi bæjarstjórnar í upphafi árs. Að þessu sinni það Sigurður Gunnarsson, formaður íþrótta- og tómstundanefndar, sem kynnir starfsáætlun nefndarinnar, og ég vil biðja hann að koma hér í pontu og gera grein fyrir áætluninni. Gjörðu svo vel. Forseti bæjarstjórnar, bæjarfulltrúar og starfsmenn. Ég ætla að segja hérna á eftir frá starfsáætlun íþrótta- og tómstundanefndar fyrir þetta ár. En áður en ég geri það ætla ég að segja stuttlega frá helstu verkefnum nefndarinnar sem hún tók til starfa síðastliðið sumar. En við hófum störf, eins og ég segi, í júlí mánuði fyrra og það hefur einstaklega gott samstarf í nefndinni, virkir fulltrúar og áhugasamir, og einnig eru svo heppin að hafa mjög góða starfsmenn bæjarins okkur til hals og traust, þá Bylgju og Óðinn. Og það sem við höfum gert, svona aðeins að stikla á stóru, þá enduðum við nýjum við alla samninga við íþróttafélög, en þeir runnu allir út áramót. Þetta voru samningar með Hött, Ungmennafélagið Þristurinn, Akstuðs íþróttafélagið Start, Golfklúbb Fljótsdalshéraðs, Lyftingafélag Austurlands, Skíðafélagið Stafdal og Bokkfimmideild Skotveiðifélagsins. Og í þessum samningum var lögð áhersla að þau félag sem njóta stuðnings sveitarfélagsins vinni eftir skýrum stefnum og áætlunum hvað varðar forvarnir gegn meðal annars kynferðisofbeldi, einelti og hvers konar ofbeldi. Sveitarfélagið styður félaginu í þessari vinnu með samstarfi námskeið og fræðslu og aðgengi að ráðgjöf og svo framvegis. Auk þess voru setti viðaukar í samningana stefnur og áætlanir vegna jafnréttis, kynferðislegra áreitni og ofbeldis og eineltis, eins og fyrr var sagt. Annað sem má nefna, það tókst að endurnýja húsbúnað í nýjung sem var löngu orðið tímabært, og einnig var opnunartíminn í íþróttamiðstöðinni lengdur klukkutíma helgar sem tók gildi núna 1. febrúar. Við vorum gríðarlega ánægð með og stolt framfara skref, og vonandi getum við haldið áfram á þessari braut sem bæði gott fyrir okkur íbúa og ekki síst fyrir vonandi vaxandi ferðamanna innan á héraði. Svo má þess geta að vallasamningur við rekstrarfélag Hattar var ekki endurnýjaður og það leist með öðrum hætti, og í stað þess fórum styrkjum við meistaraflokka, bæði körfuboltans og knattspyrnunnar, karla og kvenna. En samkvæmt samþykktum verkefni íþrótta- og tómstundanefndar, þá á íþrótta- og tómstundanefnd umsjón með íþrótta-, forvarnar- og tómstundamálum í umboði bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs eftir því sem nánar segir í samþykktum og fundarsköpum bæjarstjórnar. Íþrótta- og tómstundar gerir tillögur til bæjarstjórnar stefnumörkum á sviði íþrótta- og tómstunda og forvarnamála héraði. Nefndin fylgist með því að stofnanir á hennar vegum vinna að settum reglum, veiti góða þjónustu og starfsemi þeirra sé skilvirk og hagkvæm. Og helstu verkefni nefndarinnar að stuðla að öflugu íþrótta- og tómstundastarfi á Fljótsdalshéraði, hafa það samstarf við aðra sem starfa á því sviði, meðal annars með gerð sérstakra samstarfssamninga þar sem það á við. Vinna því að auka þátttöku allra barna og unglinga í félags- og tómstundastarfi, hafa eftirlit með starfsemi íþróttamannvirkja á vegum sveitarfélagsins og starfsemi félagsmiðstöðvar barna og ungmenna. Fylgjast með starfsemi þeirra félaga starfa íþrótta- og tómstundamálum og njóta styrkja íþrótta- og tómstundanefndar. Gera tillögur til bæjarstjórnar staðaval og gerð nýrra mannvirkja sem ætlað til íþrótta- og tómstundastarfs. Það líti eftir að til séu sem gleggstar upplýsingar íþrótta- og tómstundamál á Fljótsdalshéraði og að íbúar hafi upplýsingar þá þjónustu sem boðið og hafa umsjón með æskulýðsstefnu sveitarfélagsins og framkvæmd hennar. Svo hefur íþrótta- og tómstundanefnd eftirlit með framkvæmd laga og reglugerða á sviði íþrótta-, forvarna- og tómstundamála.
og þar styðjast við íþróttalög, æskulýðslög og aðrar lagasetningar Alþingis. Og íþrótta- og tómstundanefnd getur við styrki til verkefna innan málaflokksins og slíka styrkveitingar skulu veittar í samræmi við reglur sem íþrótta- og tómstundanefnd setur þar Það sem við ætlum að gera á árinu, við rennum við það hér. Við ætlum að, þetta er helstu verkefni áherslur þess árs. Við ætlum að vinna áframhaldandi tónstundaframlagi sem komið var á í byrjun árs 2018. Útfæra þann nánar og útfæra það Áfram er unnið að þróun starfsemi og aðstöðu íþróttamiðstöðvar á Egilsstöðum, þar með til það gjaldskrá með áherslu á heilsueflandi samfélag fyrir alla íbúa. Og hún er, eins og þið vitið, þá erum við að stækka íþróttamiðstöðina sem er virkilega jákvætt skref og svo lengdum við opnunartímann eins og ég sagði áðan. Lögð verður áhersla að styðja við viðburði sem stuðla að fjölbreyttri hreyfingu og heilsueflingu eins og við höfum gert og höfum fjármagn til. Eftirfylgd verður með æskulýðsstefnu fyrir sveitarfélagsins sem samþykkt var nýlega. Úthlutanir styrkja nefndarinnar yfirfarnar og nýtt fyrirkomulag kynnt á fyrri hluta árs 2019. Við höfum ekki haft úthlutunarreglur í nefndinni til þessa, þannig við ætlum að afgreiða þær fljótlega. Sveitarfélagið við ná fram að stefnu sinni sem heilsueflandi samfélag. Unnið verður gerð forvarnaáætlun fyrir sveitarfélagið. Nefndin hafi aðkoma að vinna við skipulag Selskógar með áherslu á svæði sem fjölbreytt útivistarsvæði. Styðji áfram við að styrkja fagleg starf íþróttafélagi í sveitarfélaginu með áherslu á þátttöku, leikgleði og áhuga á fræðslu og forvarnir. Skoða í samræmi við íþróttafélagi í sveitarfélaginu árlega viðurkenningu íþróttafólks Fljótsdalshéraðs. Þetta er nýtt, höfum séð þetta í öðrum sveitarfélagum gert en við ætlum að skoða þetta hvort að þetta sé fýsilegt. Styðji áfram við að styrkja faglegt starf félagsmiðstöðvar og ungmennahús og svo settu verið saman þverfaglegur vinnuhópur og framtíðarskipulag íþrótta mannvirkja sveitarfélagsins. Og við höfum hugsað þannig að við ætlum að byrja á svipað eins og var gert með Selskó að hafa vinnustofu til að byrja með. Og að lokum þá vil ég segja að við getum verið mjög stolt af öflugu íþróttastarfi og tónlistarstarfi á Héraði og það er við æskilegt að halda áfram að sem er braut og styðja bestu við þennan málaflokk eins og hægt er og efla eftir getu. En eins og við vitum þá þróttmikið íþrótta- og æskulýðsstarf það eflir ekki bara börnin okkar, heldur er einn okkar styrkleikum þegar fólk velur sér búsetu. Og hér er gott að búa. Takk fyrir. Sigurður Gunnarsson, formaður íþrótta- og tómstundanefndar, hefur þá lokið máli sínu og orðið er laust starfsáætlun nefndarinnar ef einhver óskar eftir að taka til máls. En ef að svo er ekki, þá loka ég mælendaskrá og við þökkum þá Sigurði kærlega fyrir greinargóða kynningu og óskum nefndinni velfarnaðar í sínum störfum. Við höfum þá lokið við þennan fyrsta dagskrárlið og þá höfum við farið skólanleik hér. Á göngum til annars dagskrárliðar en það er 454. fundur bæjarráðs Fljótsdalshéraðs og til máls tekur Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi. Forseti og ágæta fundafólk. Ég geri hér grein fyrir fundagerð 454. fundar bæjarráðs. Fundagerðin er í 5 liðum en þar af eru 3 teknir út hér til tillögugerðar. Það er fyrst liður 2.1, það eru fjármál 2019. En við gerð fjárhagsáætlunar 2019 voru launakjör nefnda skoðuð með hliðsjón af því sem gerist hjá sambærilegum sveitarfélögum. Út frá þeim samanburði var ákveðið að breyta einungis hlutfalli á þóknum fyrir fundasetu í bæjarráði en að aðrar greiðslur yrðu óbreyttar. Kannski örfá orð til viðbótar þetta. Þetta var nú afurða vinnu starfshóp sem að bæjarráð raunar skipar í heilsinni og það var farið svolítið yfir
samþykktir og nefndarlaun og það voru fleiri þættir sem voru undir. Þessi starfshópur hefur rauninni ekki lokið störfum en hann lauk svona hluta til með því að gera þessa tillögu á sínum tíma og það var gert ráð fyrir þessari niðurstöðu við gerð fjárhagsáætlunar en þegar farið var yfir gögn og bókanir þá svona sýndist mér það að það hefði láðst hreinlega að setja þetta fram í tillöguformi og staðfesta þetta með þeim hætti. Þannig að það rauninni það sem við verðum að gera hér. Við hins vegar gerum grein fyrir þessu á sínum tíma og töldum að þetta hefði verið afgreitt héðan en alltaf betra að vera með vaðið fyrir neðan sig og af því tilefni þá þessi tillaga lögð fram hér. Að tillögu bæjarráðs samþykki bæjarstjórn að hlutfall þóknunar fyrir fundarsetu í bæjarráði verði hækkað úr 0,5 í 0,8 að viðmiðunartölu nefndarlauna. Þannig verði mánaðarþóknun fyrir fundarsetu í bæjarráði krónur 156.408 frá og með 1. janúar 2019 en takist á breytingum eins og önnur nefndarlaun samkvæmt kjarasamningum FOSA. Í samþykktri fjárhagsáætlun ársins 2019 gert ráð fyrir þessari launabreitingu. Og þetta eins og kom fram áðan var niðurstaðan af skoðun á launakjörum í sambærilegum sveitarfélögum. Við höfum horft til sveitarfélaga sem eru af svipaðri stærð og gerð og við höfum horft í Norðurþing, Borgarbyggð, Marrétt, Skagafjörð. Og svo geti þess að starfshópurinn ætlar að halda áfram svo störfum við eftir að ljúka við ákveðna þætti varðandi samþykktarbreytingar og fleira. Næst það þá liður 2.3. Það beiðni styrk vegna landsþings Slysavarnafélagsins Landsbjargar á Egilsstöðum. Og þar eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir að styrkja Landsbjörgu sem nemur húsaleigu í íþróttamiðstöðinni á Egilsstöðum vegna landsþings sem haldið verður 17. og 18. maí. Bæjarstjóra falið að útfæra styrkin í samráði við forstöðumann íþróttamiðstöðarinnar. Ég held að þetta skýrir sig nokkuð sjálft en það ánægju efni að Landsbjörg ætla að halda sína stóru samkomu hér og sveitarfélagið lýsir sig með þessu reiðbúið til þess að styðja við það. Og að síðustu þá svo liður 2.4. Norrænt samstarfsverkefni betri bæi og þar eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með bæjarráði og sammála því að byggja á fyrir tillögum aðstöðu í miðvangi 31 þó að því breyttu að aðstöðan kom í stað núverandi kaffistofu og salernis. Nýja rýmið innihaldi vinnuaðstöðu, funda- og kaffiaðstöðu, salerni og ræstiaðstöðu og verða á lengdina sem nemur 4 sperrubilum í miðju hússins. Bæjarstjórn felur starfshópnum að láta hanna umrædda útfærslu og gera verkáætlun ásamt því að móta frekari tillögu fyrirkomulag starfsemi í húsinu að framkvæmdum loknum. Með vísan til hugmynda Búnaðarsambands Austurlands og Skógarbænda á Héraði telur bæjarráð að tillögur þeirra tímabundna markaði með afurðir úr Héraði falli vel að fyrirhugaðri notkun á húsnæðinu. Bæjarstjórn lýsir yfir vilja til áframhaldandi viðræðna við forsvarsmenn þeirra slíka aðkomu. Þarna heldur áfram það verkefni sem byggir á norrænu samstarfsverkefni betri bæi og við erum að tala það sem mér tamt að kalla Blómabæjarhúsið. Það kenna við fóðurblönduna og kannski auglýst eftir nafni á svona yfir höfuð hvað við getum sameinast að kalla þetta. En þarna verið að vinna því að koma þarna upp því sem heitir á ensku Town Lab og enn og aftur auglýst eftir góðu heiti á því hugtaki. En þetta snýr í rauninni að þeirri útfærslu að það á að bæta vinnuaðstöðu inn í húsinu þannig að þarna geti farið fram að hluta til líka starfsemi á vegum sveitarfélagsins sem nefndarfundir og að starfsfólk sveitarfélagsins sé þarna með vinnuaðstöðu og geti þá tekið á móti gestum og gangandi þarna inni. Og þetta áfram í vinnslu. Starfshópurinn hefur svo vísað þessu áfram til hönnuða og það verið að vinna í þessari útfærslu á þessari byggingu inn í byggingunni. Þá ég lokið að fara yfir það sem lagðar fram tillögur þarna en það þarna vísað til liðar 3.7, lið 2.5 stækkun Keflavíkurflugvallar sem kom fyrir á 2 fundum í röð og ég fer kannski betur yfir það hér á eftir undir 3. lið. Stefán Bogi Sveinsson hefur lokið málsinu, orðið laust. Ef enginn ætlar að kveða sér ljós, þá göngum við til atkvæðagreiðslu og við byrjum á lið 2.1, fjármál 2019. Tillagan lögð fram eins og hún var kynnt hér áðan. Þeir sem eru samþykkir henni gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það næst lið 2.3, beiðni styrk vegna landsþing Slysavarnafélagsins Landsbjargar á Egilsstöðum. Tillagan lögð fram eins og hún var kynnt hér áðan. Þeir sem eru sammála henni gefa merki.
Það er samþykkt samhljóða. Að endingu er það liður 24, norrænt samstarfsverkefni Betri bæir, og tillagan er lögð fram eins og hún var kynnt hér áðan. Þeir sem eru sammála henni gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá göngum við til þriðja liðar. Það er 450. fundur bæjarráðs Fljótsdalshéraðs og til máls tekur Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi. Forseti, ágætt að funda fólk. Eins og kom fram hér áðan í máli forseta þá er að ræða fundargerð 450. funda bæjarráðs og svo fundargerð er í 7 liðum en þar af eru 3 teknir út til tillögu gerðar. Og það er það fyrst liður 3.2, það er lánasamningur nr. 1902-06, Lánasjóður sveitarfélaga. En í bæjarráði var til umfjöllunar lánasamningur við Lánasjóður sveitarfélaga en lánakjör og lengd lánstíma höfðu áður verið rædd í bæjarráði. Lánið er tekið til að ljúka fjármögnun á uppgjöri við lífeyrissjóðinn Brú. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs samþykkir hér með á fundi sem haldinn er 7.2.2019 að taka lán hjá Lánasjóður sveitarfélaga að höfuðstól alltaf krónur 100 milljónir með loka gjalddaga þann 5. nóvember 2033 í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir fundinum og sem bæjarstjórnin hefur kynnt sér. Bæjarstjórnin samþykkir að til tryggingar láninu, höfuðstól, uppgreiðslugjaldi, auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til endur fjármögnunar á afborgunum á eldri lána sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt er Birni Ingimarssyni bæjarstjóra Fljótsdalshéraðs veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd sveitarfélagsins að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari, þar með talið beiðni útborgun láns. Svo mörg voru þau orð. Undir lið 3.5 reiðhöllin Iðavöllum. Þar er eftirfarandi tillaga lögð fram. Að tillögu bæjarráðs samþykki bæjarstjórn að hér eftir heyri rekstur reiðhallarinnar á Iðavöllum undir íþrótta- og tómstundanefnd og að atvinnu menningar og íþróttafulltrúi og verkefnastjóri íþrótta- og tómstunda og forvarnamála verði tengiliðir við notendur reiðhallarinnar. Reksturinn verði innan málaflokks íþróttamála en viðhald reiðhallarinnar heyri áfram undir eignasjóð. Þetta er svona lokahnykkurinn í þeirri tilfærslu sem hófst með því að taka að eignasjóður tæki í rauninni reiðhöllina yfir frá sérstöku félagi sem var eigendanna sem var að fullu í eigu sveitarfélagsins. En þegar það var gert þá kannski láðist að sumu leyti að ganga endanlega frá því að þar með er reiðhöllin í rauninni bara orðin eins og hvert annað íþróttamannvirki sveitarfélagsins. Eignasjóður fer auðvitað með viðhald og allt sem að stýra húsinu sem slíku en starfsemi innan reiðhallarinnar heyrir undir íþrótta- og tómstundanefnd rétt eins og starfsemi sem fer fram í öðrum íþróttamannvirkjum. Þannig að þetta er eingöngu bara gert til samræmingar og allavega sá sem hér stendur telur ekki að þetta leiði í sjálfu sér til þetta breytinga á þeirri starfsemi sem þarna fer fram. Og í rauninni er það kannski eðlilegt í ljósi þess að starfsemi þarna hefur farið fram með samningi við Hestamannafélagið Freyfaxa og eins og kom hér fram áðan í kynningu formanns íþrótta- og tómstundanefndar og þá er nefndin í samskiptum við íþróttafélögin í sveitarfélaginu að þá held ég að þetta falli skynsamlega saman. Það er svo liður 3.6 sjálfbærar borgir framtíðarinnar Cities that sustain us. Þarna er eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs lýsir yfir áhuga á samstarfi við SÍSUS. Það er ekki fallega gert að láta smámælta mann lesa þetta. Í því verkefni sem hér er sótt fjármuni til. Framlag Fljótsdalshéraðs fælist í því að vera rannsóknarhópi innan handar gögn sem getur nýst, veita ráðgjöf og skapa vettvang fyrir hagnýtingu þeirra afurða og niðurstaðna sem úr verkefninu koma. Og kannski til að gefa örlítið meiri upplýsingar hvað er þarna baki að þetta er sem sagt verkefni sem er hýst hjá Gervigreindarsetri Háskólans í Reykjavík og eru nokkrir samstarfsaðilar að
snýr að notkun sýndarveruleika við skipulagsgerð og þessi hópur hefur áður verið í samstarfi við Reykjavíkurborg og Djúpavogshrep og meðal annars hafa unnið sýndarveruleika líkan af hafnarsvæðinu á Djúpavogi og það sem þarna liggur fyrir það að hópurinn hyggst sækja framhald verkefnisins til Tækniþróunarsjóðs og leita sér að samstarfsaðilum sem væru viljugir til þess að taka þátt með þeim. Í þessu felst ekki fjárhagsleg skuldbinding af hálfu sveitarfélagsins, aðeins skuldbinding til þess að vilja vinna með teyminu ef að styrkurinn fæst og útfæra þessar tæknilausnir þannig að það geti nýst við skipulagsverkefni sveitarfélagsins. Og þannig að þessi viljayfirlýsing mun þá fylgja með umsókn styrk til Tækniþróunarsjóðs svo það komi nú fram. Það ekki fleiri tillögur en liður 3.7, það stækkun Keflavíkurflugvallar, beiðni umsögn, bara til að gera grein fyrir því stuttlega því það kemur svo sem ekki beint fram að þarna kom frá Skipulagsstofnun, þar hafði áform stækkun Keflavíkurflugvallar verið lýsing þar verið send til Skipulagsstofnunar vegna mats á umhverfisáhrifum og Skipulagsstofnun sendi þetta til umsagnar þeirra aðalega sem að þeir telja ástæða sér til að kalla eftir umsögnum frá og í þess tilfelli virðist það að vera svo að sveitarfélögin sem að hýsa hina millilandaflugvöllina, Reykjavíkurborg, Akureyri, Akureyrarbær, nýorðin held ég, og Fljótsdals hérað fá þetta til umsagnar. Bæjarstjóra var falið að taka saman þessa umsókn og hún var síðan send og í rauninni var bara einfalda brýningu að ræða að það væri eðlilegt að þeirra væri verið að gera áætlanir uppbyggingu þessu tagi þá væri verið að skoða netið í heild sinni, flugvallarnetið í heild sinni en ekki eingöngu svæðið við Keflavík og það getur að mínum mati skipt máli auðvitað þegar menn eru að meta það hvort að það séu ásættanleg umhverfisáhrif til dæmis að stækka Keflavíkurflugvallar menn meti það þörf fyrir stækkunina á Keflavíkurflugvalli hægt að dreifa víðar landið þannig að umhverfisáhrifin verði minni á þessum einastað og það sá vinkil sem að bæjarráð sameinaðist að vilja koma þarna á framfæri og umsögnin eins og ég segi var send af bæjarstjóra en að umsagnarfresturinn rann út þarna í sömu viku og þetta kom fyrir bæjarráð í fyrra skipti en umsögnin liggur fyrir þessum fundi hér. Stefán Bói Sveinsson að lokið máli sinu, orðið laust. Enginn alltaf ekki hvað þessi ljós, Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi. Forseti, góði fundamenn. Ég ætla aðeins að koma hér inn á lið 3.5 og eftir vill 3.7 við skulum sjá til. Ég vil bara nota þetta tækifæri og fagna því með varðandi reiðhöllina á Íðavöllum. Því framtæki sem að hefur átt sér stað af hálfu meðlima í Hestamannafélaginu Freyfaxa. Ástand á þessu mikla og góða mannvirki var ekki orðið okkur til sóma. Það var óhreint og bara ekki boðlegt í raun og veru að vera með börnin okkar þarna á námskeiðum og annað. En hér á haustdögum þá fóru vaskir aðilar innan Hestamannafélagsins í það að taka til hendinni, þrífa húsið, mála, skipta efni í gólfinu og þetta eins og allt annað hús eftir. Og því vil ég fagna og það mjög gott þegar að hvað ég segja, grasrótin kemur svona að og vill taka á málum. Og leið þá vil ég líka þakka það að sveitarfélagið lagði jú til fjármuni þannig í efni sem þurfti í gólfið. Og ég hef alltaf verið þeirra skoðunar að þetta sé mjög gott mannvirki og sé virkilega til framdráttar þeirri göfugu íþrótt sem hestamennskan er. Og ég veit að þarna fer fram mjög gott starf með börnum og unglingum og það okkur mikils virði. Og aðeins örstutt í sambandi við lið 3.7 þá vil ég nú bara taka undir vangaveltur og hugleiðingar
Stefáns Boga bæjarfulltrúa þegar hann var að tala stækkun Keflavíkurflugvallar og sem betur fer þá held ég að það sé nú ákveðin vakning núna og mér sýnist það nú líka því að ég eyddi nú þó nokkrum tíma í gærkvöldi og raun voru fram á nótt að horfa á umræður samgönguáætlun í Alþingi Íslendinga og ég vil nú meina það að það sé verði niðurstaða að það verði tekið á þeim málum að Isavia verði gert með nýrri eigandastefnu að sinna þessum varaflugvöllum sem eru þá Reykjavíkurflugvöllur, Akureyrarflugvöllur og Egilsstaðaflugvöllur og ég held að þetta sé mjög nauðsynlegt og gott og ég held að umræðan sem þetta hefur verið á þess haustdögum í kringum þetta sem fram hefur komið í samgönguáætlun sé af hinu góða og ég vil bera þá von í brjósti að menn vaknum kannski upp við það fyrir en seinna að það væri kannski ágætt að nota þessa flugvelli meira heldur en að hauga öllu inn á blessa suðvesturhornið þar sem að menn eru í raun og veru farnir að hljóða undan ágangi ferðamanna en annars staðar á landinu kvarta menn undan að það sé ekki nóg af ferðamönnum og ég vil sjá þessa flugvelli virka betur í því að dreifa ferðamönnum landið. Gunnar Jónsson hefur lokið máli sínu, orðið laust. Björn Björnsdóttir bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar líka að koma upp undir lið 2.7 og í raun og veru kannski 3.7. Já, ég ekki með blaðið með mér. Af því að maður horfir líka til þess miklum vonaraugum að það efnt verði það sem segir í stjórnarsáttmálanum að gerð verði eigandastefna fyrir Isavia sem ég held að hljóti að vera lykillinn að því að við náum einhverjum hljómgrunn og einhverjum árangri í því að fá metnaða verðleikum okkar varaflugvelli sem að tilheyra Isavia en í raun og veru liggja svolítið hjá Garði og ég held að við þyrftum að nota tækifæri til dæmis í kjördæmaviku sem nú framundan og ég hef nú þegar séð að það von á forsætisráðherra hingað austur 12. febrúar til að hnykkja á því brýna verkefni ríkisstjórnarinnar að koma þessari eigendastefnu á koppinn. Björn Björnsdóttir hefur lokið máli sínu, orðið ennþá laust. Ef enginn ætlar að kveða sér ljós á lokaði mælendaskrá og við göngum til atkvæðagreiðslu. Fyrst það mál 3.2. Tillagan lögð fram eins og hún var kynnt áðan en það lánasamningur númer 1902-06 Lánasjóður sveitarfélaga. Þeir sem eru samþykkir henni gefa mér merki. Það samþykkt samhljóða. Næst það 3.5 reiðhellun í Iðavöllum, eftirfarandi tillaga lögð fram eins og hún var kynnt áðan. Þeir sem eru sammála henni gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Og að lokum það 3.6 tillaga sjálfbæra borgir framtíðarinnar. Tillagan lögð fram eins og hún var kynnt áðan. Þeir sem eru sammála gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Þá vindum við okkur í fjórða dagskrárlið og við höfum sætaskipti. Já, sem fyrir segir að þá það næst fjórði dagskrárliður. Það fundargerð bæjarráðs frá 457. fundur. Sá fundur var í 8 liðum og það eiginlega ekki ástæða til að gera tillögu undir neinu þeirra. Það nú því glöggir taka nú eftir því að það var búið að gera ráð fyrir tillögu þarna undir lið 4.6 en ég held að það hefur bara verið feill að nótera það ekki bara eins og var gert með undir lið 4.5 sko að það sé boðað til fundar og að það verði boðað til fundar eins og það stendur í. Það sé ekki ástæða til við greiðum atkvæði það en orðið sem sagt laust þessa fundargerð ef einhver óskar eftir því að taka til máls.
kvart til hljóðs, þannig að mælendaskránni er lokað og eins og ég segi, það kemur bara fram undir lið 4.5 annars vegar boðun á landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga og hins vegar undir lið 4.6 boðun á auka aðalfund SSA. En það er búið að gera ráð fyrir því að bæjarfulltrúar sitji hér eftir bæjarstjórnarfund og farið saman yfir þá tillögu sem liggur fyrir fundi SSA. Það kom rétt fyrir fund, þannig að við kíkjum á það á eftir. Ég segi þá þessum fjórða lið lokið og við göngum til 5. dagskrárliðar næst. Það er fundagerð atvinnu- og menningarnefndar, 81. fundur nefndarinnar. Það er Gunnhildur Ingvarsdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Já, forseti, bæjarfulltrúar og starfsmenn. Við kemum hér kynni fundagerð atvinnu- og menningarnefndar. Það er fundur númer 81. Hann er í 12 liðum og 6 hafa verið teknir út. Það er þá fyrst liður 5.6, Reiðvegur umhverfis Lagarfljótið. Fyrir atvinnu- og menningarnefnd lá mál frá bæjarstjórnarbekknum á jólakettinum 15. desember 2018 þar sem fram kemur hugmynd að samstarfsverkefni milli Fljótsdalshéraðs og Fljótsdalshrepps að koma upp reiðveg umhverfis Lagarfljótið. Eftirfarandi tillaga er lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með atvinnu- og menningarnefnd, þakkar fyrir hugmyndina og vísar málinu til vinnu við endurskoðun aðalskipulags sveitarfélagsins. Síðan er liður 5.7, nýting félagsheimila. Fyrir atvinnu- og menningarnefnd lá mál frá bæjarstjórnarbekknum á jólakettinum 15. desember 2018 þar sem fjallað möguleika á nýtingu félagsheimilisins Arnhólsstaða fyrir gönguhópa. Og eftirfarandi tillaga er lögð fram. Bæjarstjórn bendir á, eins og atvinnu- og menningarnefnd vekur athygli á í sinni bókun, að kvenfélag Skriðdæla er leigutaki að félagsheimilinu og ákveður því hvaða starfsemi fer fram hverju sinni. Þá er það liður 5.8, það er göngu- og hjólreiðastígur umhverfis Fljótið. Og fyrir atvinnu- og menningarnefnd lá mál frá bæjarstjórnarbekknum á jólakettinum 15. desember þar sem fjallað að malbika göngu- og hjólreiðastíg umhverfis Lagarfljótið. Eftirfarandi tillaga er lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með atvinnu- og menningarnefnd, þakkar fyrir hugmyndina og vísar málinu til vinnu við endurskoðun aðalskipulags sveitarfélagsins. Þá er liður 5.9, kirkjur sem menningarstofnanir. Og fyrir atvinnu- og menningarnefnd lá mál frá bæjarstjórnarbekknum á jólakettinum 15. desember 2018 þar sem lagt er til að vakin sé athygli á kirkjunum sem menningarstofnunum, til dæmis á heimasíðu sveitarfélagsins. Eftirfarandi tillaga er lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með atvinnu- og menningarnefnd og felur starfsmanni að ræða við Egilsstaðastofu mögulega útfærslu á verkefninu á vefsíðunni visitegilstaðir.is þar sem nú þegar má finna upplýsingar nokkrar kirkjubyggingar. Síðan er það liður 5.11, skógræktarmál. Fyrir atvinnu- og menningarnefnd lá tölvupóstur og tillaga frá Benedikt Warren dagsettur 17. janúar 2019 þar sem hvatt er til þess að skógrækt á Fljótsdalshéraði verði hafin til vegs og virðingar nái fyrir stöðu greinarinnar á landsvísu. Atvinnu- og menningarnefnd hvetur bæjarstjórn til að skoða hlutverk sveitarfélagsins í eflingu skógræktar í tengslum við aðgerðir í loftslagsmálum við endurskoðun aðalskipulags fyrir sveitarfélagið. Og eftirfarandi tillaga er lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir að vísa málinu til vinnslu við endurskoðun aðalskipulags. Þá er það liður 5.12, gagnaver. Fyrir atvinnu- og menningarnefnd lá tölvupóstur og tillaga frá Benedikt Warren dagsettur 17. janúar 2019 þar sem hvatt er til þess að haldið verði áfram vinnu við skipulag gagnaver með það að markmiði árið 2020 verði hægt að taka í notkun gagnaver á Egilsstöðum. Og eftirfarandi tillaga er lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með atvinnu- og menningarnefnd og telur brýnt að tryggð verði nægri raforka á svæðinu til þess að hægt verði að byggja upp frekari atvinnurekstur, svo sem gagnaver. Jafnframt samþykkir bæjarstjórn að við endurskoðun aðalskipulags fyrir sveitarfélagið verði skoðuð frekar möguleg svæði fyrir gagnaver. Öðruleyti er þessi fundar gerðað fram til umræðu afgreiðslu.
Gunnhildur Ingvarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust undir þessum 5. dagskrárlið. Er einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Ef að svo er ekki, þá loka ég mælendaskrá og við göngum til afgreiðslu einstakra liða. Það er þá fyrst liður 5.6 reiðvegur umhverfis Lagarfljótið. Þar er borin upp tillaga sem var lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja gefur merki með því að rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Þá er það næst liður 5.7 nýting félagsheimila. Tillagan er borin upp þar eins og hún var lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja gefur merki með því að rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Liður 5.8, það er göngu- og hjólreiðastígur umhverfis Fljótið og þar er tillaga sem er leiðist borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja hana gefur merki með því að rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og liður 5.9 er þá næst kirkjur sem menningarstofnanir. Það er tillaga lögð fyrir sem var lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja hana gefur merki með því að rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Þá er næst liður 5.11 skógræktarmál. Tillaga þar er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og síðustu er þá liður 5.12 gagnaver. Tillagan þar er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og að öðru leyti er athygli bæjarfulltrúa vakin á því að undir lið 5.3 og 5.10 er bókað afgreiðsla atvinnu- og menningarnefndar sé staðfest. En ef ekki er gerð neina athugasemdir við það, þá verður það bara svo og við lokum þessum lið og næst er það þá 7. dagskrárliður. Skýrt. Já, 7. dagskrárliður, það er fundur umhverfis- og framkvæmdanefndar og ekki málstekur Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætt að funda fólk. Hér liggur fyrir fundargerð umhverfis- og framkvæmdanefndar. Það er 150. fundur nefndarinnar. Alls telur sá fundur 18 dagskrármál en tillögur eru bornar upp undir 9 þeirra sýnist mér. Það er andið að skoða. Og undir lið 6.1 fyrir það fyrsta, það er liðurinn varmadælu lausn í Brúarásskóla. En fyrir umhverfis- og framkvæmdanefnd lá tillaga að orkusparandi aðgerðum vegna húshitunar í Brúarásskóla. Þar er eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar felur bæjarstjórn yfirmanni Eignasjóðs að skoða aðrar lausnir við húshitun. Þarna var búið að kalla eftir tillögum varðandi varmaskipti en það kom ekki eins vel út og reiknaði með, þannig að menn eru konur aftur á teikniborðið. Liður 6.5, það er endurskoðun fjallskila samþykktar Múlasýslna. Fyrir umhverfis- og framkvæmdanefnd lá óskum leiðréttingar sem varða Fljótsdalshérað á 27. grein gildandi fjallskila samþykktar fyrir Múlasýslur þar sem tilgreindar eru allar aðal- og auka réttir fjallskiladeilda. Og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn framlagða tillögu að aðal- og auka réttum í sveitarfélaginu. Einnig teljast allar heimaréttir auka réttir. Undir lið 6.7 vetrarþjónustu í dreifbýli. Þar hefur umhverfis- og framkvæmdanefnd haft til umfjöllunar fyrirkomulag á vetrarþjónustu í dreifbýli og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar felur bæjarstjórn skipulags- og byggingarfulltrúa að óska eftir tillögum frá Vegagerðinni aðferðir til að sveitarfélagi nái fram þeim markmiðum sem sett hafa verið varðandi þjónustustig í dreifbýli. Þau markmið eru fyrst og fremst að gera atvinnusókn dreifbýlinu í þéttbýli mögulega með því að flýta mokstri þannig að hann fari fram að morgni og bæta þannig bæði þjónustu og öryggi íbúa í dreifbýli allt frá þeim sem sækja leik- og grunnskóla til þeirra sem sækja atvinnu og þjónustu. Aðeins stuttlega varðandi þennan lið að hér á mánudaginn að þá áttu fulltrúar úr bæjarráði og ásamt formann umhverfis- og framkvæmdanefndar fund með fulltrúum frá Vegagerðinni og þar var rætt ýmislegt meðal annars þetta mál og kom fram að Vegagerðin hefur verið að skoða það með sínu verktaka hvort að hægt sé að tryggja
að mokstur fari fram fyrr heldur en verið hefur og þessar viðræður munu að mínu viti bara halda áfram þangað til að einhver niðurstaða er fengin. En þeir fulltrúar Vegagerðarinnar sem hér voru létu ekki óörugglega með það að það væri hægt að vinna því að bæta þessa þjónustu. Liður 6.8. Lýsing á reiðvegum við Fossgerði. Fyrir umhverfis- og framkvæmdanefnd lá fyrirspurn frá Hestaeigendafélaginu í Fossgerði áform framkvæmdir við lýsingu og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn að fyrsti áfangi framkvæmdar verði heimreið að hesthúsum af öryggissjónarmiðum. Skipulags- og byggingarfulltrúa falið að vinna að kostnaðar- og verkáætlun. Þá er það næst liður 6.12. Tilmæli átak til föngunar villikatta á Egilsstöðum. Heilbrigðiseftirlit Austurlands óskar eftir að á vegum sveitarfélagsins verði ráðist í átak til að fækka villiköttum á Egilsstöðum og í Fellabæ í samræmi við samþykkt nr. 912/2005 kattahald og gæludýrahald annarra en hunda í 6 sveitarfélögum á starfsvæði heilbrigðisnefndar Austurlands svæðis. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn að fela starfsmönnum að ganga í átak til föngunar villikatta á Egilsstöðum og í Fellabæ samkvæmt fyrirliggjandi verklagi nú í febrúar og eða mars eftir því sem hentar vegna veðurs og annarra verkefna. Jafnframt lagt til að samhliða átakinu verði íbúar hvattir til að skrá gæludýr sín. Stuttlega þetta að mér er kunnugt það að vera að vinna því að skipuleggja þetta og þetta fer þannig fram að það er auglýst opinberlega að fyrir dyrum standi slíkt átak og þá eru eigendur sem hvattir sérstaklega til þess að merkja sína ketti svo að sé tryggt að menn tæki nú ekki feil á heimilisköttum og villiköttum og það sé veittur ákveðin fyrirvari og þetta er í samræmi við verklagsreglum sem eru til staðar. Það veittur ákveðin fyrirvari áður en ráðist í slíkt átak og síðan er ráðist í að leitast við að fanga villiketti. 6.13. Það er óskum breyting aðalskipulags Geitdalsvirkjun. Verklýsing vegna breyting á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028. Breytingin er vegna virkjunar áforma Arctic Hydro á Geitdalsá. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn verklýsingu vegna breytinga á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028 og að málið fái meðferð í samræmi við 30. grein laga nr. 123/2010. Liður 6.14. Breyting á aðalskipulagi Fjarðabyggðar 2007 til 2027 Eskifjarðarhöfn. Þar liggur fyrir tilkynningu breytingu á aðalskipulagi nágranna okkar í Fjarðabyggð sem varðar Eskifjarðarhöfn og eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með umhverfis- og framkvæmdanefnd og hefur ekki athugasemdir við tillöguna. Liður 6.16. Það er umsókn í framkvæmdasjóð ferðamannastaða 2018. Erindi frá framkvæmdasjóði ferðamannastaða þar sem óskað er eftir frekari gögnum með umsóknum styrk og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn útgáfu á framkvæmdaleyfi vegna umræddra framkvæmda. Þar næst það þá deiliskipulag Stuðlagil, Grund. Það til umfjöllunar tillaga deiliskipulagi Grund á Jökuldal og Stuðlagili. Þar eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn fyrirliggjandi tillögu að deiliskipulagi og að hún fái meðferð í samræmi við 41. grein laga nr. 123/2010. Fleira ekki tekið hér út en fundargerðin er hér lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Stefán Bói Sveinsson lokið máli sínu, orðið laust. Gunnar Jónsson, dæmingur Forseti, gott fundafólk, það eru 2 liðir hér sem ég vil aðeins koma inn á. Það er liður 6.7 og liður 6.12. Vetrarþjónusta í dreifbýli, bæjarfulltrúi Stefán Bói gerði grein fyrir fundi sem að bæjarráð átti með fulltrúum Vegagerðarinnar síðastliðinn mánudag, held ég megi segja. Og þar sagði hann, held ég orðrétt, að Vegagerðin sé að kanna það með sínum verktaka, hvort það sé hægt að bæta þjónustuna. Nú langar mig að bera fram þá spurningu ef að einhver hér inni úr bæjarráði getur þá svarað því, var það ekkert rætt sem að svo oft hefur verið rætt hér áður,
í gegnum árin var það ekki rætt við Vegagerðina hvort að heima aðilar, hvað á ég að segja, aðilar með tæki út í sveitunum geti komið inn í þetta. Því að ég alveg sannfærður það í mörgum tilvikum, ég ætla ekki tilgreina hvar, en við erum nokkuð oft í gegnum árum búin að fara yfir þetta, hvar þetta sé helst. Þá held ég að við fengjum kannski betri þjónustu. Ef að þessir aðilar sem eru til þess, hafa til þess tæki og getu, taki að sér að sjá vetrarþjónustu á ákveðnum svæðum, sínu nær hvað ég segja, sínum nær vegum ef það má orða það svo. Og þess vegna langar mig að vita það hvort þetta hafi ekki verið rætt, og hafi það verið rætt, hvernig tók Vegagerðin þá í það. Nú aðeins að lið 612. Þið verði nú kannski hissa. Ég ætla nú aðeins að bera blak af villiköttum. Mér finnst þetta svolítið sérstakt að þetta sé, það eru 2 hliðar á villiköttum. Og að þetta skulle vera heilbrigðismál. Málefni heilbrigðiseftirlits Austurlands að fækka villiköttum. Ég hef nú þá reynslu að villikettir eru alveg gífurlega góð tæki til þess að halda meindýrum í skefjum, músum, og sem betur fyrir höfum við nú ekki séð mikið á rottum í seinni tíð. En ég hef nú haldið að það væri ákveðið heilbrigðismál líka að halda þessum kvikindum í skefjum. Og það allavega í kringum mína starfsemi sem búskapur, þá ég logandi fegin að hafa svona 1-2 villiketti og tiltölulega góður við þá, og því að ég vil ekki skipta á músum og villikettum. Og ég gef þeim bara hæfilega og þeir halda þessu gjörsamlega niðri, og ég svo lifandis óskup fegin að þurfa ekki síðan að beita nokkur sem heitir eitur og slíku þar sem að menn eru með matvælaframleiðslu. En villikötturinn sér alveg gjörsamlega þetta. Og þannig að ég svona vil nú aðeins benda á þetta, að það til eitthvað sem jafnvægi í náttúrunni. Að villikettur ekki bara slæmir, en auðvitað má þetta ekki fara úr böndum, og ég veit alveg hvað þeir hugsa svolítið fugla líka, sko. Og það finnst okkur sárt. En þetta öflugasta, einfaldasta og besta meindýra vörn sem við höfum. Við skulum ekki gleyma því. Það á nú kannski ekki verið að tala það hér á bæjarstjórnarfundi. Ég varð fyrir þó nokkuð mörgum árum að keyra yfir köttin niður á Egilsstöðum. Ég kenndi nú pappum að hafa gert þetta, en hann sagði að ég hefði gert þetta. En allavega var kötturinn dauður. Og það liðu ekki nema svona 2 vikur og valla það. Þá var allt orðið flóandi í mús. Og við fórum á bæju og rettuðum okkur ketti. Skulum ekki gleyma því að kötturinn hefur hlutverk líka í samfélaginu. Takk. Gunnar Jónsson, auðvitað málsögu, Björn Björnsdóttir, æfintruði. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar enda líka til að ræða lið 612. Kannski bara til að upplýsa bæjarstjórn það, eða bæjarfulltrúa það, að ég hef nú í tvígang hér á minnihlutafundum innt eftir því hvort að það hefði aldrei komið til greina að semja við þennan félagskap sem heitir villikettir, sem að drepur ekki kettina, heldur geldir þá. Og mér hefur verið í fyrra skipti sem ég spurði var mér sagt að þetta væri ekki í samræmi við lög þar sem þeir væri að gera, en mér fannst það tort því að nú veit ég bara að sveitarfélög á borð við Akureyri, Hveragerði hafa verið að semja við þessi samtök það að halda niðri villiköttum á þeirra starfsvæði. Í gær var ég svo upplýst það, mér til mikillar gleði, að það væri búið að fela umhverfis- og skipulagsfulltrúa að kanna þetta mál sérstaklega, hvort að starfsemi þessara samtaka og það að semja við þau bryti og einhvern hátt í bága við lög. Annars langaði mig til þess að koma aðeins inn á lið 610 miðbæ Egilsstaða deiliskipulag. Ég verð nú að segja eins og að ég man hér á einum af mínum fyrstu bæjarstjórnarfundum, þá kom
bæjarfulltrúi Gunnar Jónsson hér í pontu og hvatti mjög til þess að nú yrði farið að ljúka þessari vinnu og þá voru menn nú bara býsna vangaður að það væri bara yfirvofandi. Ég satt best að segja alveg hægt að skilja hvers vegna ekki hægt að klára þetta miðbæjarskipulag. Þetta bara skilningi mínum ávaxið. Ég sagði það nú á minnihlutafundi í gær við bæjarstjóra hvatti hann mjög til þess að nú yrði bara sett einhver dagsetning þar sem að menn ákveðdu að þennan dag yrði þetta lagt fyrir bæjarstjórn. Ég held að það eru allir að bíða eftir því að þetta klárist. Og við vitum það að það er hægt að gera breytingar og skipulagi eftir á ef að í ljós kom á því alvarlegi meinbugir. Ég held bara að samfélagsins vegna þá verðum við bara að fara að klára þetta mál. Takk fyrir. Björg Björnsdóttir er lokið máli sinu. Orðið er það laust. Ef enginn vill kveða sér ljóð þá lokaði mælendaskrá. Stefán Bogi Sveinsson, orðið. Forseti og ágæta fundafólk. Ég ætla að koma hér upp undir lið 6.7, 6.10 og 6.12 og það er mér bæði ljúft og skylt að svara þeirri fyrirspurn sem að Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi bar hér upp varðandi vetrarþjónustuna og get staðfest að jú, þetta var rætt á þessum fundi líka. Svo aðferð að notast við verktaka sem eru staðsettir út í dreifbýlinu og við áttum ágætis umræðu það. Það er alveg ljóst og hefur svo sem legið fyrir lengi að menn hafa bara misjafnar skoðanir á því og Vegagerðin á þessu fundi lagði upp með það að þeir vildu kanna þessa möguleika vegna þess að okkar útgangspunktur í þessum umræðum var fyrst og fremst þjónustan, að menn nytu góðra þjónustu og það er allavega mitt mat að það sé ekki hægt að banna mönnum að kanna það ef menn telja sig geta náð þessum markmiðum með einhverjum öðrum hætti en því er ekkert að leyna að það er mín skoðun að það eigi að skoða hina leiðina betur líka en ég lýsti því líka hér áðan að þessar viðræður myndi halda áfram og ég svona lýst bara við því að við fáum þá einhverjum meldingar frá Vegagerðinni það hvernig þeir sjá fyrir sér að nálgast málið og við getum þá metið það hvort að við teljum það vera fullnægjandi eða hvort að við leggjum áframhaldandi áherslu á það að það verði farin önnur leið. Þannig að þetta er verkefni í vinnslu og það er alveg ljóst að sjálfsagt hafa báðir aðilar eitthvað til síns máls. Þetta snýst líka náttúrulega hvaða tækjakost menn hafa til umráða, hvað hentar við hvaða aðstæður. En mín skoðun er svo hinn sama og ég skynjaði nú hjá Gunnar Jónssoni bæjarfulltrúa að það væri betur ef við gerðum meira af því að semja við verktaka út í dreifbýlinu en við sjáum hvað þetta leiðir í ljós, það sem að Vegagerðin er að kanna núna. En þessu er svo sem hvergi nærri lokið. Það kom líka fram auðvitað því að það hefur verið rætt svolítið það að þeir samningar sem að gerðir hafa verið við verktaka af hálfu Vegagerðarinnar útiloki alfarið breytingar á þessu en ég held að megi alveg staðfesta það að þessi samningar eru með árlegu endurskoðunarákvæði þannig að það á að vera hægt að gera slíka breytingar ef að menn vilja og það er þannig að það er ekkert sem að útiloka það að við getum unnið af þessum breytingum. Rétt að geta þess líka, þetta rættum við líka samspili náttúrulega á þeim mokstri sem að sveitarfélagi sér sjálft og svo það sem Vegagerðin sér og þetta er svona sértæk úrlausnarefni á hverjum stað. Þetta getur snúist einmitt bara aðstæður á hverjum stað og eins og segi, hvernig tæki henta til þess að takast á við slíkar aðstæður. Þannig að þetta líkillinn að þessu sé bara áframhaldandi samtal og þokkalegt samstarf við Vegagerðina. Ég skynjaði ekki afgerandi þvermóðsku við þessu en þó vissulega þannig að það væri þeirra fyrsti kostur að skoða þetta með þeim verktökum sem þeir hafa verið að vinna með í þessu. Nú, aðeins til lið 6.10 miðbæjar Egilsstaða deiliskipulag í tilefni af því sem að Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi sagði áðan að þá er nú staðan sú að það er búið að boða vinnufund skipulagið núna á morgun þar sem að hönnuðirnir koma. Þetta hefur tekið miklu lengri tíma heldur en æskilegt væri en það er hreyfing á málinu og ég held að það sé nú rétt að
að leyfa þessum fundi allavega að líða og sjá til. Það voru auðvitað komu ákveðin skilaboð frá bæjarfulltrúum hér hvernig við vildum lenda þessu. Það sem að síðan kemur upp á móti það þeir sem hafa verið að vinna skipulagið hafa ákveðnar athugasemdir við þær hugmyndir sem að fulltrúar bæjaryfirvalda sendu til þeirra, og þá ekkert að gera annað heldur en að setjast yfir það með þeim hvað það og hvers vegna. Við teljum okkur nú vera skynsemisverur og við höfum komið með góða lausnir, en það skoðanafrelsi í þessu landi og það getur vel verið að einhverjum finnist við ekkert eins niður, og það rétt að heyra hvað sérfræðingarnir hafa að segja. En ég held að sé heilmikið skref að vera komið með þetta þann stað núna. Við erum að fara að setjast niður á slíka vinnufund með hönnuðunum, og ég bind mikla vonum við það að það verði svona upphafið að endinum í þessu öllu saman. Þetta allavega lengra heldur en við höfum komist fram að þessu. Og að síðustu undir lið 6.12, það tilmælum átak til föngunar villikatta á Egilsstöðum. Varðandi það sem kom fram hjá Gunnari Jónssoni bæjarfulltrúa að þá vil ég nú kannski byrja á því að segja það auðvitað að heilbrigðiseftirlitið kemur þarna að auðvitað vegna þess að þeir eru framkvæmdaraðili á þeim samþykktum sem þarna gilda og vísað til þarna kattahald og fleira, og minn skilningur hefur verið sá að þetta snúi náttúrulega dálítið mikið að einmitt samspili villikattana og heimiliskattana, og bara hvort það sjúkdómahætta, hvað sem liggur þar á bakvið, af því að nálgunin í gegnum þessu samþykkt kattahald og gæludýrahald. Og staðreyndin svo, að því að við vorum að tala lagalegu hliðina, að villikettir eiga ekki lagalegan tilverurétt. Það er nákvæmlega þannig. Á Íslandi eru dýr annarkvort húsdýr, gæludýr eða villidýr, og dýr sem eru í eðli sínu gæludýr, þau eiga ekki fá að vera villdýr, og öfugt. Það má ekki fanga villdýr og gera þau að gæludýr. Og þetta hinn lagalegi útgangspunktur. Ég vil hins vegar benda á það að þessi tilmæli sem þarna koma fram eru náttúrulega að fækka villiköttum, ekki að útrýma þeim, heldur að fækka þeim, og það snýr þá að því sem að kom fram hjá Gunnari Jónssoni bæjarfulltrúa hér áðan að þetta getur farið úr böndunum. Og ég veit svo sem ekki hvaða mat liggur á baki því, hvort að menn talja að hér sé óvenju mikið af villiköttum í þessum myndir eða hvað, en eiga síður þar til bær opinber aðili hefur óskað eftir þessu, og þetta í samræmi við okkar reglur, og við höfum unnið þetta svona. En ég tek undir það engin sérstök ástæða til að ganga of langt í þessu, en eiga síður þá þetta regluverkið eins og það í dag. Aðeins varðandi það sem kom fram hjá Björgu Björnsdóttur bæjarfulltrúa þetta og villigeti, að þá man ég til þess að það hafa komið hér erindi frá þessum samtökum samstarf, og þeim hefur verið hafnað. Hvort að það sem þau gera sé beinlínis ólöglegt eða ekki, ég vísa til þess sem ég sagði hér áðan, að faktískt séð að þá ekki gert ráð fyrir því að það sé til neitt sem heitir villikettir, og það að viðhalda einhverju stofni villikatta eru í ósamræmi við þá meginreglu. En hvort að það beinlínis bannað að fanga, gelda og sleppa villiketta, þetta nú svona lögfræði sem ég myndi allavega vilja fara að rukka fyrir það, við þarf að svara þessu endanlega, hvað er rétt og hvað er rangt. En það hefur allavega fram að þessu ekki verið vilji til þess hjá bæjaryfirvöldum að semja villiketti, menn hafa viðhaldið þeirri stefnu, og það sé réttara að reyna að halda fjölda þeirra í skefjum með því að fanga og lóa. Og ef ég á að tala persónulega, þá hef ég mínar efasemdir þá aðferðafræði að viðhalda villikattastofni bara úti í náttúru Íslands eins og hún eins og við þekkjum hana. Ég veit ekki alveg hversu mikil greiði þessum greiðum gerður með því að fanga þau, sleppa þeim aftur inn í Egilsstaði fyrir veturinn. Ég hef mínar efasemdir, en allt þetta bara skoðanir, og ég býst svo sem fastlega við því að það muni koma upp aftur á einhverju tímapunkti hvort að sveitarfélagið hefur áhuga á slíku samstarfi, og eins og öll önnur erindi þá það bara skoðað, metið og tekin ákvörðun, en fram að þessu hefur ákvörðun verið svo að gera þetta ekki. Stefán Sveinsson hefur lokið máli sinni, máldagskrá ennþá opinn. Og ef ekki þá göngum við atkvæðagreiðslu og sætaskipti.
Þá er komið að því að bera upp þessar tillögur sem voru kynntar hér áðan og það er fyrst liður 6.1 varmadælulausn í Brúarskóla. Tillagan er borin upp eins og var lesin og kynnt hér áðan þeir sem samþykkja að gefa merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og liður 6.5, það er endurskoðun fjallskila samþykktar Múlasýslna. Tillagan er borin upp eins og var lesin og kynnt hér áðan þeir sem samþykkja að gefa merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Liður 6.8, lýsing á reiðvegum við Fossgerði. Tillagan er það borin upp eins og var lesin og kynnt hér áðan þeir sem samþykkja að gefa merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Það er liður 6.12, tilmælum átak til föngunar villikatta. Og þar er tillaga borin upp eins og var lesin hér áðan þeir sem samþykkja að gefa merki með því rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Liður 6.13, óskum breyting aðalskipulags Geitdalsvirkjun. Tillagan er borin upp eins og var lesin og kynnt hér áðan þeir sem samþykkja að gefa merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og liður 6.14, tilkynning breytingu á aðalskipulagi Fjarðabyggðar. Þar er tillaga borin upp sem var lesin og kynnt hér áðan þeir sem samþykkja að gefa merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Liður 6.16, umsókn í framkvæmdastjóra ferðamannastaða 2018, tillaga er þar borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan þeir sem samþykkja að gefa merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og liður 6.17, það er deiliskipulag Stuðlagil, grund. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan þeir sem samþykkja að gefa merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Ég nú vekja athygli á því að undir lið 6.4 og þar er afgreiðsla umhverfis- og framkvæmdanefndar bókuð staðfesta bæjarstjórn. Ég leita mér allan grunum það hvort það er nokkuð víðar. Nei, það var bara lið 6.4. Ekki eru athugasemdir við það, þá var það bókað þannig og við höfum þá lokið yfirferði yfir þennan 7. dagskrárlið. Þá var það næst 7. liður á dagskrá, það er fundargerð fræðslunefndar Fljótsdalshéraðs og það er Berglind Harpa Svavarsdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti, góði fundamenn. Ég ætla að fara hérna yfir fundargerð 271 hjá fræðslunefnd Fljótsdalshéraðs. Hún var í 14 liðum en 1 liður tekin út. Það er liður 7.9 sumarlokun leikskóla 2019 til 2021. Niðurstöðukönnunar meðal foreldra og starfsfólks sumarlokun leikskóla kynntar. Niðurstöður eru samhljóða niðurstöðum hliðstæðrar könnunar sem gerð var árið 2015. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með fræðslunefnd og leggur því til að skipulag sumarleyfa verði óbreytt á komandi árum. Það er að sumarleyfi rúlli á 3 ára tímabili með viku millibili og sumarleyfi 2019 verði þá frá og með 3. júlí til og með 30. júlí. Annað var ekki tekið út og fundargerðin lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Undir þessum 7. lið er einhver sem óskar eftir því að taka til máls. Ef svo er ekki, þá er mælendaskrá lokað og við göngum þá til afgreiðslu og þessari tillögu sem liggur fyrir undir lið 7.9 sumarlokun leikskóla. Ég ber tillögun upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan þeir sem samþykkja að gefa merki með því að rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og þá hefur við lokið að fara yfir 7. dagskrárlið og næst er það sá 8. Það er fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar, 49. fundur nefndarinnar og það er Berglind Harpa Svavarsdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti, góði fundamenn. Ég ætla að fara hér yfir fundargerð 49. fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar. Hún er í 7 liðum og það eru 4 liðir teknir út. Það er fyrst liður 8.2. Frjáls íþróttavöllur og þorrablót, jólakötturinn 15. október 2018.
Fyrir íþrótt- og tómstundanefnd lá mál frá bæjarstjórnarbekknum á jólakettinum 15. desember 2019, þar sem bent á að halda eigi í frjáls íþróttastöðu á Vilhjálmsvelli. Þá spurt hvort starfsfólk áhaldahús og eða íþróttamiðstöðvar geti komið meira að uppstillingu og undirbúningi þorrablóts. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með íþrótt- og tómstundanefnd og þakkar fyrir ábendinguna og vísar til bókunar nefndarinnar varðandi framtíðarskipulag íþróttamannvirkja sveitarfélagsins. Hvað varðar aðstoð starfsfólks íþróttamiðstöðvarinn á Egilsstöðum við undirbúning þorrablóts bent á að starfsfólk íþróttamiðstöðvarinnar hefur aðstoð eftir megni hingað til varðandi aðstöðu sköpun í húsinu en ekki ástæða til að ætla að breyting verði á því. Rétt þó að benda á að þorrablót á héraði eru haldin og að þeim unnið af íbúinu sjálfum á hverjum stað og eru því ekki í verkahring sveitarfélagsins sem slíks. Svo það liður 8.3. Ærslabelgir, jólakötturinn, 15. desember 2018. Fyrir liggur mál frá bæjarstjórnarbekknum á jólakettinum, 15. desember 2018, ekki 19, þar sem lagt til að sveitarfélagið sækjum styrk til Alcoa fyrir Ærslabelg og eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með íþrótta- og tómstundanefnd og þakkar erindið og vísar því til vinnu við skipulag Tjarnagars og Selskógar. Svo það liður 8.5. Framtíðarskipulag íþróttamannvirkja sveitarfélagsins. Fyrir liggur vinna við framtíðarskipulag uppbyggingar íþróttamannvirkja sveitarfélagsins samkvæmt starfsáætlun íþrótt- og tómstundanefndar. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir þá hugmynd íþrótta- og tómstundanefndar að stefna að opnum íbúafundi á fyrri hluta árs framtíðarskipulagið og í framhaldi af því verði skipaður starfshópur málefnið. Og að síðust það liður 8.7. Skilti við íþróttamannvirki. Fyrir liggur að endurnýja og endurbæta skilti sem snúa notkun tóbaks, rafretta og annarri vímugjafa við íþróttavelli og mannvirki á Fljótsdalshéraði. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Að tillögu íþrótt- og tómstundanefndar felur bæjarstjórn starfsmanni nefndarinnar að vinna málið áfram í samráði við forstöðufólk. Fundin þá lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust undir þessum 8. dagskrárlið. Einhver Karl Lárutsson varabæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti ágætu fundarmenn. Ég vil aðeins að koma tæpa hérna á lið 8.3 og það eins og mér minnir, þið leiðrið mig þá ef að ég fer átt með að styrkveitingar frá Alcoa fyrir Ærslabelgjum hafa farið í gegnum foreldrafélög. Ég veit ekki hversu þeir eru spenntir fyrir að styrkja sveitarfélögum beint, heldur að beina þessu þá í gegnum frjáls samtök eins og foreldrafélög. Takk. Karl Lárutsson hefur lokið máli sínu. Hannes Karl Hilmarsson hefur beðið orðið, bæjarfulltrúi. Forseti, bæjarfulltrúar, mig langar aðeins að minna stuttlega á lið 8.1, reglur tómstundastyrk, þar sem við verðum að skoða hækkun á aldrinum. Mig langar að skora á íþrótta- og tómstundanefnd að skoða með að lækka eitt ár líka, þar sem að Höttur býður upp á námskeið fyrir 3 ára krakka og foreldrar hafa komið til mín og talað að það var ekki hægt að sækja styrk fyrir þau námskeið. Þannig að það var spurningum að þetta heldist svolítið í hendur þar sem að íþróttaverðunin var að bjóða upp á og styrkurinn varandi aldurinn niður í 3 ára. Takk fyrir. Hannes Karl Hilmarsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum 8. lið? Það fær kannski stundlega stuðið á fórsettilega. Stefán Sveinsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágæta fundarfólk. Það er bara að koma hér upp og þakka þessar ábendingar frá Karli Lárutsinni og Hannesi Hilmarsinni þessi mál. Annars vegar varandi lið 8.1 að þá held ég að það sé bara vel að menn skoði þetta gaumgæfilega.
Ég þekki svo sem ekki hvað þessi gjöld eru há sem að liggja baki þessum námskeiðum sem boðið upp á fyrir yngstu börnin, en auðvitað getur það alltaf verið þannig að gjöld geti verið hindrun til þáttöku og þessu kerfi er ætlað að minnka slíkar hindranir, þannig að ég er raunar sannfærður það að nefndin mun skoða þetta vel og vandlega, en hvet á jafnframt bæði fulltrúa Hannes Karl Hilmarsson til að halda vöku sinni með það að hvort það hefur ekki örugglega verið gert. Ég ætla samt ekki að lofa því að það verið tekið til þess, en þetta er eitthvað sem er sjálfsagt að fara vel yfir og er góð ábending út af fyrir sig. Varðandi ábendinguna frá Karli Lárusinni varabæðarfulltrúa þá vil ég nú segja það að erindinu sem slíku er vísað náttúrulega til vinnu við skipulag annars vegar. Það er búið að boða ákveðna vinnu við skipulagi Tjarnargarðinum og er í gangi vinna í skipulagi Selskóginum. Það er náttúrulega fyrst og fremst spurningin ætlar maður að gera ráð fyrir slíku fyrirbæri í garðinum, en í framhaldi, og ég held að sé alveg rétt sem að kom fram hér áðan, að það er kannski ekki endilega sveitarfélagsins að sækja styrkin, en það er kannski hægt að nota þennan vettvang til að efna til einhvers konar samstarfs eða hvetja til þess að sótt verðum slíkan styrk, og við gerum þá ráð fyrir því að koma slíku fyrirbæri fyrir ef að það verður niðurstaðan á öðrum hvorum þessum stað. Þannig að þetta sé ástæða til að þakka þá ábendingu sömuleiðis. Stefán Björn Sveinsson að leita málum. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir liðnum? Já, Berglind Harpa Svavarsdóttir, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, góða fundamenn. Ég langar kannski aðeins í sambandi við tómstundastyrkin í lið 8.1. Þetta er rosalega mikilvægt að hafa tómstundastyrk og að gera að skoða þennan aldur. Yfirleitt hefur verið miðað við skólaaldurinn og að gera að skoða þetta með 3 ára börnin. Mér finnst þetta mjög mikilvægt að krakkar stundi tómstundir, verði íþróttum með tómstundum og við viljum allir hafa aðgang að því. En eins langar mig rosalega, eiginlega sem hjúkrunarfræðing, að þegar krakkar, við viljum að krakkar fari, en styrkurinn er sko bara 1 styrkur á önn. En mín ósk væri að það væri frábært að teygja þetta þannig að það kæmi samfella. Þrátt hjá hann væri örlítið minnkar en stekkaður í heildina, en þannig að krakkar myndu bæði að vera báðar annir og yrðu þá í rauninni færi ekki bara í fótbolta en var ekki fótbolta eftir áramóta því að styrkurinn væri þannig. Það frekar myndi fólk fara í fótbolta, krakknir fara í fótbolta, og ef ég tek bara sem dæmi að það væri samfella í þessu og þá væri þau svona, þetta er forvarnagildi að þau séu með krökkum í íþróttum og svona lúka sig ekki af heima við, þannig þetta er mjög mikilvæg styrkur og að gera að skoða aldurinn, og ég myndi vilja hafa samfellu hvernig þau myndi útbúa, en það væri rosalega gott að hafa báðar annir inn í 2 styrki, hvernig sem hann yrði útfærður. Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu. Orðið er ennþá laust, en fleiri óska eftir að taka til máls. En ef svo er ekki, að þá loka ég mælendaskrá og við göngum til afgreiðslu einstakra liða. Það er fyrst liður 8.2, það er Frjálsíþróttavöllur og Þórðarblót. Tillagan er borin upp eins og hún lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og liður 8.3, Æslabelgir, þar er tillagan borin upp eins og hún lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og liður 8.5, framtíðarskipulag íþróttamannvirkja sveitarfélagsins. Það er tillagan borin upp eins og hann lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og það síðustu er svo liður 8.7, skilti við íþróttamannvirki, tillagan er borin upp eins og hann lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða.
Og við höfum þá lokið yfirferði við þennan 8. dagskrárlið og göngum til hins 9. Það fundargerð ungmennaráðs Fljótsdalshéraðs, 77. fundur nefndarinnar, það Björn Ingimarsson bæjarstjóri sem tekur til máls. Forseti, góði fundarmenn. Ég ætla hér að fara yfir fundargerð 77. fundar ungmennaráðs sem haldið var 50. daginn 24. janúar síðastliðinn. Fundargerðin í 12 liðum og þar verður 4 teknir út og það fyrst liður 9.3 ungmennaráð UNICEF. Ungmennaráð UNICEF á Íslandi óskar eftir áhugasömum einstaklingum til að starfa með ráðinu. Eftirfarandi tillaga er lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með ungmennaráði og beinir auglýsingunni til allra 14 til 18 ára ungmenna og Fljótsdalshéraði og hvetur áhugasama til þess að sækja til að vinna að réttindum barna og ungmenna. Liður 9.4 milljarður rís, eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn fagnar áhuga ungmennaráðs á að taka þátt í skipulagi verkefnisins milljarður rís og hvetur íbúa sveitarfélagsins til þátttöku í viðburðinum. Það liður 9.6 heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Fyrir liggur bókun bæjarráðs þar sem samþykkt að óska eftir því við ungmennaráð að það gerir tillögu hvernig sveitarfélagi geti staðið að kynningu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna fyrir íbúum og fyrirtækjum sveitarfélagsins. Jafnframt komi ungmennaráð með ábendingar hvernig samþætta megi markmiðin og stefnumótun sveitarfélagsins almennt. Eftirfarandi tillaga er lögð fram að tillögu ungmennaráðs Fljótsdalshéraðs samþykki bæjarstjórn að stofnaður verði starfshópur endurskoðun á núgildandi umhverfisstefnu sveitarfélagsins og að heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna verði höfð að leiðarljósi við þá vinnu. Þess verði gætt að ungmennaráð eigi virka þátttöku í slíkum starfshópi. Og síðustu liður 9.11 Ungt fólk og lýðræði 2019. Fyrir liggur tölvupóstur frá ÖMFÍ þar sem auglýst ráðstefnan Ungt fólk og lýðræði sem fer fram í apríl næstkomandi. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu ungmennaráðs samþykki bæjarstjórnar 2 fulltrúar ráðsins ásamt starfsmanni fari á ráðstöfuna. Fundargerðin öðru leyti lögð fyrir til umræðu og afgreiðslu. Takk. Björn Ingimarsson hefur lokið máli sínu og orðið er laust undir þessu lið. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi gerir svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Alltaf jafn ánægilegt að sjá hvað ungmennaráðið okkar er öflugt og vandvirkt í sinni vinnu. Mér langar að varpa þeirri spurningu til forseta af því að hann nefndi hér áðan að til stæði að halda vinnufund á morgunum miðbæjarskipulagið, hvort eftir væri ástæða til að bjóða einhverjum fulltrúum ungmennaráðs til þess fundar. Ég varpa því bara hér fram af því að eins og við munum öll á sameiginlegum fund okkar með ungmennaráðinu þá lýstu þau mjög yfir vilja til að fá aukna aðkomu að umræðu í sveitarfélaginu. Annars langaði mig til þess að fagna sérstaklega tillögunni undir lið 9.6. Það er að segja myndun starfshóps endurskoðun og núgildandi umhverfisstefnu sveitarfélagsins þar sem að heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna verða höfð að leiðarljósi. Mér finnst þetta mjög ánægilegt og vil ítreka eða benda aftur á það sem ég hef svo sem áður sagt í þennan hóp að til dæmis við gerð svæðisskipulags Snæfellsness þá var horft til heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna og það er hreinlega sýnt hvernig svæðisskipulagið er í raun og veru að mæta heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og raun og veru er það nú mín skoðun að okkar fulltrúi í svæðisskipulagsnefnd fyrir Austurland ætti að leggja það til að hið sama yrði gert hér. Ég velti því líka fyrir mér hvort það væri ástæði til þess að bæta nokkrum orðum inn í þessa ágætu tillögu þannig að hún yrði þá svo hljóðandi að tillögu ungmennaráðs Fljótsdalshéraðs samþykki bæjarstjórn og stofnaður verði starfshópur endurskoðun og núgildandi umhverfisstefnu sveitarfélagsins og að heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna verði höfð að leiðarljósi við þá vinnu. Einnig verði litið til heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna þegar að kemur á endurskoðun aðalskipulags Fljótsdalshéraðs. Svo komi áfram þess verði gætt að ungmennaráði í virka þáttöku í slíkum starfshópi. Takk fyrir.
Björg Björnsdóttir lokið máli sínu og lagði hér fram tillögu. Þetta komið henni, já, takk. Orðið ennþá laust. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið? Já, ég ætla kannski að fara að bregðast við. Ég bið varaforseta að Forseti og ágætt að funda fólk. Tilefni af ræðu Bjargar Björnsdóttur bæjarfulltrúa hér áðan að nú fyrst bregðast við þessari vangaveltu varðandi aðkomu ungmennaráðs að vinnufundi varðandi deiliskipulag miðbæjar. Ég skal játa það að það var bara mjög nýlega, eða svo nýlega að það var eiginlega bara rétt fyrir fund sem að ég fekk vitneskju það eða var boðaður til þess fundar. Hann haldinn og á forræði umhverfis- og framkvæmdanefndar en mér bara ljúft og skylt að miðla því til starfsmannsnefndarinnar hvort að þetta komi til greina og það verður þá bara komið ljós. En ábendingin góð og gild. Varðandi liðin svo aftur 9.6 heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna að það í fyrsta lagi varðandi tillögu Bjargar Björnsdóttur bæjarfulltrúa þá held ég að það sé auðvelt allavega fyrir þann sem hér stendur að taka undir og styðja þessa tillögu. Það ger ég nú einfaldlega vegna þess að það hefði bara aldrei hvarflað að mér annað heldur en að það yrði litið til heimsmarkmiðanna við skipulagsgerðinni. Ég held að það sé orðin svona nokkuð viðurkennd aðferðafræði að horfa í það minnsta til þeirra. Þó að þessi heimsmarkmið séu nú að koma til að bratt inn núna í umræðuna að þá eru sveitarfélög almennt að vakna til vindar það að þeim ber að líta til þeirra. Það sem að ég hef kynnt mér varðandi heimsmarkmiðin þá alveg ljóst að margt af því sem að kemur fram í þeim eitthvað sem á verksviði íslenskra sveitarfélaga og það sem að meira það sem að íslensk sveitarfélög gera í samræmi við heimsmarkmiðin að mjög stórum hluta. Þannig að þetta snýst í rauninni kannski ekki endilega að taka upp mjög nýja hluti, heldur kannski fyrst og fremst að fara í svolítið naflaskoðun það hvort að menn ekki örugglega að tikka í þessi box sem að heimsmarkmiðin setja upp og að horfa til þess að para má segja verkefni sveitarfélaganna og stefnur við þessi heimsmarkmið. Við langum til að upplýsa það og reikna með því að bæjarfulltrúar almennt hafi fengið allavega tölvupóstum það frá sambandi sveitarfélaga að föstudaginn 15. febrúar að þá eru haldinn sérstakur fundur á vegum sambandsins heimsmarkmiðin og sveitarfélögin. Það vill þannig til að ég verið staddur á höfuðborgarsvæðinu þetta leyti og ætlaði mér að sækja þennan fund til að fylgjast með og og ef að bæjarfulltrúar eiga á því einhver tök þá það held ég það geti verið æskilegt. En það á meðal sem þetta fara yfir nákvæmlega hvernig sveitarfélögin geta komið þessum heimsmarkmiðunum inn í sína stefnumörkun. En að öðru leyti tek ég bara undir þau orð sem að féllu hér hjá Björgu Björnsdóttur það hversu ánægjulegt að sjá enn og aftur hvað ungmennaráðið okkar virt og tekur virkan þátt í stórum málum hjá okkur eða hefur áhuga á því að taka virkan þátt í stórum málum hjá okkur og ég held sér sjálfsagt mál að virkja þau enn frekar. Ég get líka sagt frá því að það var mjög ánægjulegt að sjá að akkurat þessi fundagerð hún rúlaði nú aðeins samfélagsmiðlana hjá mér Facebook þar sem að einhver hafði hrasað hana og eiginlega átti ekki til orði yfir því hversu ungmennaráðið væri að sinna sínum verkefnum og miklu myndarskap og fleiri sem tók undir það og þau eiga það hrós sannarlega skilið. Stefán Sveinsson hefur lokið málsinu. Orðið ennþá laust. Þá höfum við sætaskipti. Og ekki það í síðasta skipti sem við höfum sætaskipti í dag en ef ekki fleiri kveða til hljóðs þá hugsaði ég fara að loka mældaskráni en það náttúrulega séns. En við skulum bara loka þessu og ganga til afgreiðslu. Fyrst verður það fyrir liður 9.3, ungmennaráð UNICEF. Tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gerir merki með því að rétta upp hönd. Já, þetta það.
meta pennastöðuna hjá Karli Lárenssyni varabæjarfulltrúa, hvort þú ekki já. En þetta var augljóslega jákvæði. Þá það næst liður 9.4, milljarður rís, tillagan borin upp eins og hann lesin og kynnt hér áðan, þessi samþykkja gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Og liður 9.6, heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Já. Hvað varstu með næst þarna? 9.4. Já. Já. 9.6 eru heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og tillagan þar borin upp eins og hún var lesið. Já. Rétt að bera fyrstu breytingatillögu Bjargar Björnsdóttur undir þessum lið. Þetta er ekki bara inni í það? Já, ég er sem að bera hann upp. Það breytingatillagan svo hljóðandi ekki, að það bætist inn setningin sem sagt næst síðasta setningin verði þá svo hljóðandi, þar að hún bætist við undan síðast setningu upprunatillögu, einnig verði horft til heimsmarkmiðana við endurskoðun aðalskipulags Fljótsdalshéraðs. Þessi breytingatillögu borin upp, þeir sem eru samþykkir henni gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Þá ber ég upp tillögun í heild sinni og svo breyta, þeir sem að samþykkja tillöguna gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Og þá það liður 9.11. Ungt fólk og lýðræði 2019 og tillagan þar borin upp eins og lesin og kynnt hér áðan og þessi samþykkja gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Og við þá lokið yfirferð yfir þennan 9. lið og næst 10. dagskrárliður. 10. dagskrárliður, það 170. fundur félagsmálanefndar og til málstyrkur Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi. Forseti og ágæta fundafólk. Hér liggur fyrir fundargerð félagsmálanefndar, það 170. fundur nefndarinnar. Fundargerð þessi í 6 liðum, þar af eru 2 teknir út og gerð tillaga undir þeim. Það annars vegar liður 10.4, það notendasamráð umræða 80. grein laga félagsþjónustu sveitarfélaga. En með nýjum lögum tóku gildi þann 1. október 2018 sveitarfélögum gert að stofna notendasamráð fatlaðs fólks samkvæmt 80. grein og annarri málsgrein 42. greina laga nr. 40/1991 félagsþjónustu sveitarfélaga. Innan þjónustusvæðis Austurlands hefur til 2 ára verið í gangi tilraunaverkefni notendasamráð sem hefur gefið góða raun. Og eftirfarandi tillaga því lögð fram að tillögu félagsmálanefndar felur bæjarstjórn Guðbjörgu Gunnarsdóttur, verkefnastjóri í málefnum fatlaðs fólks og Helgu Þórarinsdóttur, verkefnastjóra hjá skólaskrifstofu, að útfæra samráðsnefndina sem nú starfandi og aðlaga að nýjum lögum í samráði við félagsþjónustuna í Fjarðabyggð. Einnig þeim falið að leggja fram kostnaðaráætlun þar sem ekki gert ráð fyrir þessum liði fjárhagsáætlun félagsþjónustu fyrir yfirstandandi ár. Ég held að þessi texti skýri þetta nokkuð gott. Þetta ný lagakrafa sem kemur að setja upp formlegan samstarfsvettvang notenda þjónustu og sem sagt þjónustuveitenda og þarna lagt upp með að byggja á þessum grunni tilraunaverkefnisins. Hins vegar það undir lið 10.5, það endurskoðun fæðisgjalds í stólpa. En fæðisgjald í stólpahæfingu og iðju hefur verið það sama síðan árið 2011 og hafa starfsmenn málaflokksins lagt til endurskoðun á gjaldinu til samræmis við heimsettan mat, þar sem verð fyrir bakkamat 1.070 krónur. En fæðisgjaldið nú 500 krónur og innifelur morgumat, hádegismat og kaffihreyfingu. Félagsmálanefnd bendir á mikilvægi þess að notendur þjónustunnar komi að matargerð og undirbúningi matmálstíma. En eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu félagsmálanefndar samþykki bæjarstjórn að hækka fæðisgjald í skrefum í þetta skipti úr 500 krónum í 700 krónur. Verðbreyting tekur gildi 1. mars næstkomandi. Næsta endurskoðun fæðisgjalds fer fram samhliða fjárhagsáætlun gerð ársins 2020. Að öðru leyti fundargerð þessi lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Stefán Bogi Sveinsson hefur lokið máli sinu, orðið laust. Ef enginn hversi ljóð þá Við lokum á mælindaskránni og göngum til afgreiðslu þessara liða. 10.4, notendasamráð umræða 8. grein laga félagsþjónustu sveitarfélaga. Tillagan borin upp eins og við lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja hana gefur merki með því að réttu hönd.
Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og svo er það liður 10.5, endurskoðun fæðisgjalds í stólpa og þar er tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt í ráðan, þeir sem samþykki gefur merki með því að rétta hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og athygli bæjar stjórnarinn vakin á því að undir við 10.1 og 10.2 er bókað afgreiðsla félagsmálanefndar sér staðfest. En ef því er ekki mótmælt að þá höfum við lokið yfirferð yfir þennan 10. dagskrárlið og göngum þá til þess 11. og síðasta. Þar liggur fyrir umsóknum rekstrarleyfi til sölu gistingar, gistihús Birtum. Fyrir liggur umsagnarbeiðni frá sýslumanninum á Austurlandi vegna umsóknar rekstrarleyfi fyrir sölu gistingar í flokki 2. Gistihúsi Birta, Tjarnabraut 7. Umsækjandi er ferðaþjónustan Óseyri EHF og forsvarsmaður er Ívar Ingimarsson. Fyrir liggur jákvæð umsögn byggingafulltrúa, einnig jákvæð umsögn frá Heilbrigðiseftirliti Austurlands. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Með vísan til 4. málsgreinar 10. greinar laga nr. 85/2007 veitingastaði, gististaði og skemmtanahald veitir bæjarstjórn jákvæða umsögn og staðfestir jafnframt að staðsetning staðar sem að umsóknin lítur að sé innan þeirra marka sem reglur og skipulag sveitarfélagsins segir til Bæjarstjórn bendir á að eldvarnareftirlitið og vinnueftirlitið skila sínum umsögnum beint til sýslumanns. Orðið er laust undir þessari tillögu og einhver sem óskar eftir því að taka til máls. Ef svo er ekki, þá loka ég mælendaskrá og ber tillöguna upp hér með þeir sem samþykkja gefur merki með því að réttu hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Nú dagskrá þessa fundar hefur þó verið tæmt. Ég vil þakka þeim sem að fylgdust með útsendingu frá fundinum en við rjúum nú þessa útsendingu en fundur ekki slitið fyrir við lokið við að yfirfara fundagerð og undirritana.